Ísland-Frakkland hefur bara til nokkra mínútur. Hvað er Ísland að gera til að segja sér? Ég veit það ekki, þeir þurfa bara svona meira bara að fara að berast fyrir hvort annan og hafa gaman að þessu og reyna svona að finna þetta sem höfð í Berlín og náttúrulega að fara að hitta betur og fá leikmennin í þetta. Sástu leikinn í gerð? Já. Hvernig mat á þeim leik? Þetta var bara skellulegt í raun og veru frá A til Ö. Það var kannski ljósupunktur, kannski Hössi, Martin alltaf sóknarlega, en annars var allt bara allt og margir sem voru að spila langt undir París. Þannig að menn sem við verðum að treysta á að standa sig, en svo er spurning líka hvort að það sé ekki bara komið tíma á ákveðin kynslóðaskipti í liðinu, þannig að það eru menn sem við höfum þurft að treysta á hingað til eru bara orðnir eldri og menn þurfa þá kannski bara að fara að horfa til fleiri leikmanna. Með einhverju sérstaklega í huga? Ég er náttúrulega Elvarsmaður þannig að ég en hefði viljað fá hann spila meira og svo náttúrulega Tryggvi Hlínarsson. Mér finnst ótrúlegt að leikmaður upp á 2.20 sé ekki að spila í meira og hann bara þarf líka bara mínútur og sjálfstraust í þessu allanslið því að við sáum hann 20 þó að það sé ekki alveg sambarlegt á þessu leveli, en hann var bara betur með hverju leiknum, þannig við þurfum að nota hann og fá Elvar inn og þess að stráka og bara nota ferska fætur. Tölur á þennan leik? Svo erfitt að skjóta á þetta. Ég vona bara, maður kannski vil ekki vona eitthvað, ég vil bara vonandi töpum við bara ekki með 30 stigum, kannski reynum að hangi þeim aðeins lengur en við náttúrulega, þetta er sennilega besta liðið í riðlinum. Þannig að vonandi bara getur maður orðið svona sáttur maður gengur á leiknum, ekki svona þungur eins og allir hafa verið hingað til og örugglega ekki síst leikmennirnir. Takk.